Góða kvöldið. Ég heiti Elís Þór, sjúkraþjálfari, doktorsnemi og sérfræðingur í íþróttasjúkraþjálfun. Ég var fenginn til þess að forvarnir gegn meiðslum í knattspyrnu og ef við förum bara hérna fyrstu slæðina, það er nú kannski kunnara en frá þurfa að segja fyrir marga hérna, þetta eru svona kannski megin gerðir meiðsla. Það eru slysinn sem að gera nú sjaldan góða undan sér eins og tæklingar og svona til þessi leik og svo vegna álags sem það samspil svona umfangs og ákefðar, einhæfra þjálfunar og fleira og fyrst þegar maður var að byrja að vinna með íþróttafólk þá sá maður einhvern veginn fyrir sér þessi slys, maður hljóp inn á með sitt aftan kælispreyið og græjaði sér þetta og allir glaðir en svo þegar fyrir að líða svona svolítið á þann feril þá fór maður að skoða meira álagseinkynnin og raunverulega hvað getur spilað inn í alls konar þættir. Þetta er náttúrulega mjög flókið margt og ef við skoðum bara svona hvað einn kroppur akkur eru sumir útsettir fyrir meiðslum og aðrir ekki og við höfum innri áhættuþætti og eins og aldur, kyn, það er stórhættulegt að vera kona í íþróttum nemur annars vegar og hásinn þá er það hættulegur að vera karl og fleira og það er alls konar svona þættir, aldur og fyrir störf sem geta gert manna svona viðkvæmum viðkvæmum, misviðkvæmum sem er meðast aldrei sem við þekkið og aðrir eru bara endalaust á skaðistúin og þannig að við erum kannski með fullt af þessum þáttum sem geta gert mann viðkvæminn eða svona misviðkvæminn eða útsettan fyrir einkennum og svo fáum við utanaðkomandi áhættuþættir, alls konar hlutir sem geta verið svona mannlegir þættir, andstæðingar eða dómarar, sumir virðast steingleyma því að þeir eiga að vera að vernda leikmenn, öryggisútbúnaður, annar útbúnaður og umhverfisþættir, veður, undirlag, vallaskilyrði og þegar þetta fer nú illa saman, alls konar breytur og þá er menn kannski undir svona áhættuiðkendur, líklegir til þess að skaða sig. Og svo koma saman alls konar hvetjandi þættir líka, það er misjafnt eftir leikstöðum og fleiru og hreyfingu líðamóta og kraftar eins og er búið að koma fram í kvöld. Og þá getur menn einfaldlega farið að meiðast. En hvað vitum við meiðsli í íslenskri knattspyrnu? Hvað hefur verið rannsakað? Tiltölulega fáar, það er lítið. Og Árni Árnason eins og kom fram áðan, hann gerði rannsóknir á áhættuþáttum meiðsla í knattspyrnu karla, tengst líkamlega þátta við meiðsli og árangur, afkastagetu. Og Þórður Magnússon skoðaði svona faraldsvæði meiðsli í íslenskri kvennaknattspyrnu 2010 minnum ég. Og svo eru nokkra BS-rannsóknir sem kannski eru svona rétt bara til þess að kíkja aðeins ofan í pokann og lítið aflið í það sem kannski fáir. En að sjálfsögðu alltaf gott að fá einhvern til þess að kíkja í þetta. Nú, ef við skoðum svo þessar rannsóknir hjá þeim, þá sjáum við að tíðni meiðsla í efstu deild kvenna í knattspyrnu, time loss injuries, það er alls konar skilgreiningar á þessu og oft er talað svona þessar faraldsvæði, þessar time loss injuries sem að orsaka fjarveru frá iðkun. Það voru 15,1 meiðsli per 1000 klukkustundir í leik, það er miklu hærra í leikjum eins og kom fram á hann. Og það eru bara, menn eru all in og svo kannski við æfingar eins og 1,7 meiðsli þarna, þá voru menn að teygja hluta úr æfingartíma og hita upp og skokka og minni ákefð og fleira, þannig að það er nú yfirleitt alltaf við sjáum minna á æfingum heldur en leikum. En sjáðu þetta. Þetta finnst mér athyglisvert og ég held að við ættum að svona nótera það og diskutera það á eftir. Guðs bara með ekki spyrja mig því að við skulum frekar ræða þetta bara eftir. Kannski getið svara en þetta er mjög athyglisvert. Það sé nánast helmingur meiðsla sem eru skráð þarna endurtekið. Algengustu meiðslasvæði bara svona heilt yfir neðri útlimir. Ef við berum þetta saman við Skandinavíu þá er
Tíðnin þar svona 13-35, mjög misjafnt eins og þið sjáið eftir rannsóknum. Og svo þarna með konur 24 meiðsli per 1000 klukkustundir í leik sem talsveit hærra en hjá íslenskum konum þarna. En vissulega er gott að hafa það í huga að það getur verið einhver breytileiki í talningu eða einhverju þættir sem ég skoða náttúrulega ekki. En þetta gefur samt ákveðnar vísbendingar. Helstu áhættuþættir í meiðsli í knattspyrnu á Íslandi samkvæmt Árna-rannsókn eru hækkandi aldur leikmanna og meiðslasaga. Þeir sem hafa meiðst áður, þá er þetta ekki bara sem krossböndi sem hafa stóraukast líkurnar, heldur er þetta bara svona generalt. En þróun rannsókna á íþróttameiðslum, það er búið að vera hérna mikil vinna og menn er að skoða þetta víða í Evrópu eða víða heiminn, ég búið að sjá mikið af þessu og það er verið að reyna að kortleggja tíðni og eðli meiðslana og rannsaka svona áverkagang, hvernig gerist þetta, hvað gerist, eins og með krossbanda, hvernig menn stíga niður og fá valgurshreyfingar eða tóknatan í lærum eða hvað það er, öglatóknarnar. Finna áhættu þættina og þetta er allt með því göfu og markmið að reyna að vinna einhverju forvörnum, að reyna að koma í veg fyrir að þetta gerist. Og það er rosalega mikilvægt í allir svona söfnum að finna einhver norm við hvað ætlum við að miðla. Hvað er stórt eða mikið eða lítið. Við þurfum alltaf að hafa einhvern viðmið og til dæmis fyrir vöðvastyrk eða hliðleika eða jafnvægi og svo eins með kognitív test fyrir höfuðorka og fleira. Þetta er ekki tæmandi. Þannig að, og svo er gott að koma doktorsverkefninu sinni að setna að, þótt að segja á handboltamönnum, að þá getum við séð að, hvað erum við að skoða? Hérna sjáum við, þennan fjallgarð hérna, þetta eru öll, þarna erum við að skoða til dæmis öll meiðsli, öll einkenni sem eru skráð, sem við finnum eitthvað fyrir. Gula svæðið hérna, þetta eru 6 vikna tímabil hér, það er eitthvað sem að veldur mönnum óþægindum eða truflar menn við iðkun. Þetta hér, þetta er time loss injuries. Sjáum við þið ef við skoðum einkenni, sjáum eitthvað sem truflar menn og sjáum við þið hérna sem að veldur mannum fjarveru. Þannig að það getur ýmislegt verið búið að grassera svolítið áður en að þetta fyrir að stoppa menn. Það er ágætt að hafa þetta í huga. Þarna er eiginlega bara svona toppurinn á ísjakanum og samanburður á þessum aðferðafræðum sýnir það svolítið að þegar við berum saman time loss injuries og þetta öll skráðengin þá er þetta svona það bil 10%, það eru bara 4% hjá mér. Það er mikið þarna og það er gott að hafa þetta í huga því að einhvers staðar getur þetta grasserað og orðið að stóru vandamál. Hvernig hafa rannsóknirnar leitt okkur? Hvers hafa menn orðið vísari að svona stöðuskynstjálfun á púða, disk eða trissum eða svona gæðastjórnum liða. Gæðastjórnum er mjög hugulegt orð á þetta. Og það er lækka meðslættíðina í öglum og njá. Og liðum. Excentrisk, eftirgefuleg vöðvavinna, lækka tíðni tóknarni aftarverðarlæri kálfu. Við getum tekið hérna svona æfinguna eftir hann hérna Håkan Alfredsson. Og svo höfum við þetta hérna Nordic Hamstrings og hérna hans sem Árna og Rúald Barr og fleiri unnu fyrir nokkrum árum síðan virðist vera gríðarlega góð aðferð og það er ágætt að menn hérna sko spáði það síðan þegar það var svolítið umræðum þetta áðan að maður byrjar ekkert á því að skella mönnum bara alla leið niður. Menn byrja á því að fara aðeins áleiðis og þegar menn geti ekki meir þá láta mann sér detta. Ég var einu sinni að vinna með ónefnt fótboltalið hérna og þeir höfðu tekið þetta algjörlega með trompi og liðið var eins og deild á Reykjalundi, gott fólk. Það var bara þannig, það var allt í steig. Aukinn styrkur almennt, hann er talinn lækka meðslættíðni á knattspyrnufólki. Rannsóknir á liðleika eru misvísandi. Það virðist ekki vera svona alveg óyggjandi tengsl á milli liðleika til dæmis og hreyfanleika aftanlærisvöðvum við tognanir. Það helst með náradæmið. Þannig að það er athyglisvert en sumar benda til tognan.
Sumir segja eitthvað aftarlega en hins vegar getum við alveg, ég held öll keypt að eftir því sem eru liður í að þeim mun minni líkur á því að það sé hérna einhverjar tóghreyfingar eins og upp í bak eða hjá ungum krökkum tógið hérna niður á festuna í slattisenkennum og fleirum. Þannig að ég held ég sé nú allan dag í tasmann sem hann haldi liðleika líka. Svo hafa við verið að reyna að skima fyrir meiðslum. Þegar við séum það, þessi functional movement screening, 9+ hjá skandinavíska hópnum, það ekki talin góð leið að setja menn í þessi test og svo ertu annaðhvort do or die. Ef þú fær 23 stig, þá meiðistu tvisvar, en ef þú fær 24 þá sleppur upp, sem pínu galið en. Við sjáum hérna þetta úr rannsókn á knattspyrnumönnum í Katar á Aspetarspítalanum og þér litið hérna dökka er hérna hópurinn sem meiddist yfir tímabilið, ljósi hópurinn þeir sem meiddust ekki og við sjáum það að það alveg nákvæmlega sama einhvern, það nánast skarast ekki neitt ef að þetta ætti að vera eitthvað sem væri svona nokkuð augljóst á þetta væntanlega var svona 2 hólar. En hins vegar geta þau gefið sterkar vísbendingar breytileika á milli hópa. Og ef við skoðum það, þá þetta líka úr minni rannsókn, þess að ég tók 182 handboltamenn og skimaði og við getum séð það að hérna til dæmis breytileiki í stöðuleika í ból og styrk í ból eftir aldri, 15 og upp í 35 ára leikmenn og hér virðist þetta vera og hér liðleiki í öxlum svona bara í framhjálöpi. En þannig að það greinilega og það getur líka að gefa okkur ákveðnar vísbendingar þurfum við að þjálfa unga fólkið einhvern veginn öðruvísi. Áður við förum í einhverja styrktarþjálfun eða einhverja mótstöðuþjálfun. Og svo líka annað glæný eða áskömmul rannsókn frá Noregi sem að segir einfaldlega til þess að drop jump testið ekki marktækleg til þess að meta áhættu á krossbandarslitum. Nú, hér höfum við merkilegt nokk. Ég finnst þetta alltaf dálítið skondið, en þetta satt. Þetta kvót kom frá Patrick Thistle, framkvæmdastjóranum hérna fyrir einhverjum áratugum. Og sem betur fer hefur nú mikið vatn runnið til sjávar og við erum eitthvað aðeins að taka við okkur í þessu. Og við þurfum ekkert í þessu tilfelli þá mikil vakning fyrir þessum afleiðingum. Og alls konar leiðbeiningar hafa verið gefnar út fyrir einstaklinga og með höfðar áverkaða heilahristing og mönnum ber saman það ekki fara á stað fyrir fólk orðið einkennalaust, ekkert frekar en með hamstringstofnanir eða eitthvað annað. Endurteknir höfðaáverkar hjá ungu fólki undir 20 ára geta verið stórhættulegir og beinlínis banvænir, svona second impact syndrome, heilabólgur og vesen. Þannig að það gott að hafa það í huga. En Reynir Björnsson og Sveinbjörn Brandsson, sem voru hér læknar hjá KSÍ, settu saman og þetta nú væntanlega inn á heimasíðunni. Og hérna eru bara leiðbeiningar líka til þess að hafa til viðmiðunar. Vissulega fólk sem komið með einkenni heilahristings orðið hálfur innlega með króníska höfuðverki, sjóntruflanir, jafnvægistruflanir og fleira undir handleiðslu fagfólks, en það gott fyrir alla að lesa þetta og sjá hvernig stiggunin í þessu lið fyrir lið og þetta skiptir bara býsna miklu máli að hafa þetta á hreinu. Þetta eru bara kannski síðustu 5, 7, 10 ár sem það hefur orðið veruleg vakning í þessu. En hvað er átt að lækka meiðslatíðni? Gott fólk. 11+ frá FIFA. Þetta er ekki 2011 útgáfan af leiknum. Þetta er uppbyndunar eða forvarnarprógram sett saman eftir stóra ráðstefnu alls konar gáfumanna út í heimi og skrifa ótal greinar og þetta er byggt meðal annars á því sem ég var að segja áðan að menn vita það að stöðuskynstjálfun eða geðastjórnun raunverulega hjálpar liðunum. Við vitum að Nordic Hamstrings og fleira og þessar æfingar eru
eru mikilvægar og minnka líkur. Þetta hannað alltaf FIFA, Medical Assessment og Research Center, þessu F-mark þarna, og þetta eru fjölbreyttar uppbytunaræfingar og hérna hefur tæknin eitthvað að stríða mér því að myndin af vellinu þarna komin inn á, þetta eru 15 æfingar, þetta eru hlaupaæfingar, þetta eru styrta, dýnamískar styrtaræfingar, jafnvægisæfingar og svo þetta hlaupaæfingar með hérna svona stefnubreitingum og smá hopp og lenda, þannig þetta er svona verið að örva liði, vöðva, þetta aðeins neðri útlimi, langmestu leyti og þetta er ótrúlega einfalt í uppsetningu. Hérna erum við bara með svona völl, hérna höfum við keilur, svona cirka 5 metrar á milli, það eru 5-6 keilur sem eru settar upp. Hér hleypur fólk og svo bara tilbaka, þetta er svona bara hringur og hér er þetta að gera það, þannig að það tekur ekkert mikið pláss, það er ekki neitt. Virkar þetta? Já, samkvæmt rannsóknum. Rannsókn á 6.344 leikmönnum. Það eru margir sem að stunda knattspyrnu á Íslandi. Vitið það? 25.000. 25.000. Þetta er svona 1/4 af öllum. Þetta er það stórt úrtak. 30% lægri að minni meiðslatíðni þeirra sem notuðu 11 plus tvisvar sinnum í viku. Þetta er eftir þennan Satigurski og Lauri. Þetta er glæný rannsókn. Pizzini, Jung og Dvorak, þeir eru þeir sem voru svona aðaltöffarandir í því að hérna setja þessa konsensus í gang og græja þetta. Þetta eru opbáslega miklu svona faraldursfræði eða hún, Astrid Junge og hérna hún er töffar fyrir því og unnur rannsóknin á yngri flokkum kvenna sem notuðu þetta sama prógram meiðslum að æfingu fækkaði 37%, í leikjum 29% og alvarlegum áverkum 50%. 50%? Hér höfum við vefsíðu og höfum þetta þau eru kannski bara inn á þetta eftir. Þarna inni, þessu skattefrí, nossalarnir þeir eiga ekkert nema pening og þeir eru endalaust að setja upp eitthvað svona flott og það getur hver sem farið þetta inn á, hann getur séð þetta 11 plus þar, vídeó með stignunum, allar æfingar og þetta er svo flott hjá þeim að það getur, ég geti sett þetta upp, ég get svarað það. Þannig að farið þið inn á þetta, þið fáið þessar slæður, farið inn á þetta, skoðið þetta. Aðra fyrirbyggjandi aðgerðir, svona bara generalt, góður útbúnaður, klárlega. Aðstæðurnar, þjálfun, stýring álags, fjölbreytni, fyrirbyggjandi æfingar, holl næring, hvíld, annað, eitthvað. Klárlega, það er alltaf eitthvað, telur allt. En hverjir eru takmarkandi þættir, börnin mín, stór og smá? Nýlega rannsókn á forvarnaræfingum frá því fyrra, nú í Svíþjóð og Danmörku, með nokkuð mörg hópiðþjóðarlið, ég man ekki nákvæmlega hvað eru mörg, gaf verulega góða raun. Þetta var handboltaliðum reyndar og það var búið að setja upp rosalega gott forvarnar og svona prógram og hjálpa mönnum upp á að laga kasthendina. Og trúið mér, ég er búinn að vera með að gera við handboltamenn lengi og ég veit að það er býsna gott fyrir handboltamenn að geta kasta. Þetta var bara allir voðalega lukkulegir með þetta. Gekk fellega vel og þetta allir gáttu bara glaði við una. Svo í lokrannsóknar voru fyrirliðar þjálfaraliðana og þjálfararnir spurði nokkra spurninga. Meðal annars voru minni ánægðir með árangurinn. Já, allir alveg bara mjög sáttir. Fannst mér eitthvað mikið fyrir það? Nei, þetta var tiltölulega auðvelt. Ætluðu með sér að halda æfingunum áfram á næsta tímabili þegar rannsóknin var í lokið? Við skulum sjá. Nei. Drepið mig ekki. Og þá spyr maður sig, myndum við ekki taka þessar pinnur? Þú að segja þetta? Ég sé þetta. Þú höfum bara ekki hátt það. Höfum einhverja leið í þessu.
Rannsakendur á forvörnum íþróttum, flestir sammála að erfiðast sé að fá iðkendur til að sinna þessu. Það þannig. Ég var að kynna mitt verkefni í Mónakó í fyrra, stóri ráðstefnu forvarnir í íþróttum á Alþjóðaólympíunefndarinnar og ég veit ekki hvað ég fór og hlustaði ofta á þetta sama. En bara gera ekki það sem að fylgja þessu geti. Og þá spyrir maður, er hægt að finna eitthvað form sem geti verið áhverjum? Hafa einn ábyrgan einstakling innan hvers félags? Eða kenna iðkendum æfingarnar nógu snemma, þannig að þeir geti tekið ábyrgð á þessu, þá er það ekki háð þjálfara eða einhverju öðru í umhverfinu. Og hvert er hlutverk eða ábyrgð þjálfara í forvörnum meðsla? Það spyr sig. Mest töluðu íþróttamennsk Íslandssögunnar, vitið hvað þau eru? Það er þegar Gýmir heitinn fótbrotnaði á landsmótinu í Víðidal fyrir 20 ára síðan. Það var hestur. En það er mjög áhrifaríkt að selja iðkendum að æfingarnar séu árangursbætandi. Og það virðist þá ekki vera nóg að segja að það sé árangursbætandi að geta sparka fast eða kasta fast eða hlaupa hratt. Heldur það að verða þannig að menn sé að verða Gylfi Sara. En af hverju? Það er ekki eitt söguna mannin sem var kynntist konu og hún bauð honum í læri. Hann kom, hann var rosa spenntur fyrir henni og kom bara rosa snemma. Hún mætti til dyra með sög. Skítrættur gæinn og fyrirgefðu, ég er bara að græja lærið. Kemur inn og biður hann að saga það í sundur. Hann gerir það og maturinn æðislega kósí og rauðvinnið og öll nóttinn og tölum ekki meira það. Þau eru svo par, fara svo til Tengdó í sundursaga lærið eitt sunnudaginn og eftir matinn spyr hann hafði spurt stelpuna svona eftir á hvað gerði þetta, en mamma gerir þetta, veistu hvað okkur í heimi. Svo fóru þau til Tengdó og eftir matinn þá spyr hann Tengdóið af hverju í ósköpunum að fara í sundursaga lærið. Mamma gerði þetta, hún var bara svo geggjað hvað okkur gamla. Svo fara þau sunnudaginn þar á eftir upp á Hrafnistu, hitta gamla hexið, svo þegar kærastan fer á klóið þá pikkar hann í hann og segir af hverju sundursagaður alltaf lærið? Þá segir ég svo gamla, já það var bara svoleiðis þegar ég byrjaði að elda, það voru opnandi bara svona litlir. Svona var það hefðina til. Takk. Knattspyrnusambandið setur hérna á Twitter 11 klukkutímum síðan just another fútbolmatch og það er bara snjókoma og læti. Síðast er að ég var með leik í snjókomu á Ásvöllum árið 1999. Þá var einn leikmaður sem sleit korsband. Við erum enn í þessu. Þannig að og við erum að setja knattspyrnusambandið setur þetta inn sem sagt finnst þetta mjög flott. Haukastjarnan við 19 Æsland tónett. Setur sem sagt Daði Rafnsson. Já, hvað veist ég segi? Þetta er gott komment og þetta er kannski okkar vandamál í nótskuld. Við getum valið okkur vini en ekki fæðingarstað, þannig að við verðum bara en það er hins vegar alltaf einhverja aðstæður uppi sem við verðum að geta sagt bara þetta er ekki full mikið. Eins og gervigrasvellir, við talum um hallirnar sem er náttúrulega dásamlega, en gervigrassi var ákveðin bylting. Ég man eftir þegar ég spilaði með yfirleitt á malavöllum og en það var ég aldrei neitt góður. Þannig að þetta er bara, aðstæðurnar hafa batnað, en þarna kemur alltaf einhverjum svona efri mörkum í þessu. Hvenær verðum við að taka bara ábyrgð á ástandinu? Segðu bara nei. Já, það er bara svoleiðis. Veðrið er ekki sérstakur vinnur okkar þennan vetur. Getum ekki boðið krökkur nú
Ég saman. Eða hverju sem það? Ég ætla bara að segja að þú veist með skadefrí.no og þá Svíir líka með mjög gott app í símaðinn sem heitir Knekontról sem að er hægt að skoða ef að bæði leikmenn eða þjálfarar vilja nýta sér sem er hægt að nýta inn á æfingu og sem það er svona meira sem stýrt inn á hnén náttúrulega en það er náttúrulega líka sem er á áhrif á ökklana þannig að það er ótrúlega gott app. Já, glæsilegt. Eins og Bara svona smá komment varðandi þessu fyrirbyggjandi æfingar, fyrirgeðu tekið að þeir varðið, já. Bara svona inn í spjallið, þannig að við getum haldið áfram að spjalla, með eins og screening eða með æfingar sem við verum að nýta sem fyrirbyggjandi þjálfun. Með þetta að vera með mjúka lendingu, passa ekki með sem hnén inn á við og allt þetta. Yfirleitt það sem við verum að horfa á og meta út frá meiðslunum sjálfum, og nú er ég hugsa crossband. Meiðslinn, þessi non-contact hefðbundnu meiðsli, gerast eins og segir innan 100 millisekundur eftir að þú snerti jörðina. Yfirleitt ef við erum að meta, við horfum í dýpstu stöðu, við horfum miklu það er miklu seinna sem að sá tímapunktur sem að við í rauninni bara meðum og við getum verið að meða við. Þannig að þess vegna líka kannski erfitt að nota þau próf og segja þú slitnar þú ekki, þú ert í áhættu þú ekki og svo framvegis. Það gefur einhverja vísbendingu og það eru tengsl á milli þeirra stöðu sem þú ert í þegar þú snertir og þegar þú ert komin dýpra inn í hnébeygjum. En slitin yfirleitt gerist þegar þú ert með frekar mikla réttu, alveg þegar þú ert að lenda, þú ert búin að teygja það út og þú ert að breyta stefnu. Eins og segja, þetta er margþætt og það er erfitt að ætla sér að finna eitthvað eitt próf sem að segja manni að einhver sé í stórkostlegri áhættu meira heldur en nokkur annar. En það er samt, þetta er eitthvað sem við höfum og það að leiðbeina fólki að reyna að varast að lenda með hnén innan við í einhverjum stökkum og lendingum og öðrum fæti. Það samt væntanlega verður til þess að þegar þau eru að snerta jörðina að þá verður þau með meiri beygju, hnén kannski aðeins í réttari stöð og svo annað. Þannig að maður reynir að nota það sem maður hefur, en það er búið að vera að rannsaka þetta náttúrulega í áratugi og ástæðan kannski fyrir því að við erum ekki komin lengra er bara að þetta er mjög flókið og það er reyna að vinsa út hvað er genetískt, það er að segja varðandi strúktúr og vefjagerð og hvað er eitthvað sem hægt að þjálfa, það er flókið. En tölurnar samt segja það að fækkun meiðsla, þar með talið alvarlegra meiðsla, kemur í kjölfar þjálfunar. Og ef ég má aðeins segja hef ég tíma? Já. Ef við fyrir saman. Svo rannsókn sem að Halli er núna að halda áfram með, því að einhverjir hafa kannski vitað af því að við höfum verið að teyma krakka vestur eftir í háskólann og verið að mæla þau semst með þessum tækjum. Við fengum þau inn á aldrinum, það voru 10-11 ára, cirka, þarna árin 2012, 13, 14 og núna erum við að reyna að fá þau sem flest tilbaka. Það voru bæði strákur og stelpur í handbolta og fótbolta og sumir hætti íþróttum, sumir núna bara í handbolta eða bara í fótbolta og við erum svona bara að fylgja þeim eftir yfir þessi ár þar sem þau eru að breytast. Þau eru að fá mikinn vöðvamassa, þau eru að breytast í laginu, eins og við erum að tala um áhættu þætti og vaxtarlag, kvenna versus karla. Þannig að við erum að reyna að fylgja þeim eftir og athuga að skipta máli að þú haldir áfram í íþróttum. Erum við að þjálfa þig kannski á veinhæft? Þannig að þau sem hafa kannski sérhæft sig mjög snemma og haldið áfram bara í einni íþrótt og eru kannski alltaf að gera einhverju sérhæfða þjálfun eða þekktar við að því fjölbreyttari þjálfun sem þau fá í gegnum barna- og unglingsárin því betur á sig komin verða þau minni líkur á meiðslum. Þannig að það er líka einhver hlutur til að spá í þegar þetta eru krakkar. Leiða þeim að gera alls konar fjölbreytt og leika sér og prófa alls konar íþróttir og reyna á fjölbreytta þjálfun og teknikinn kemur og því að meðan þau lifa það af að komast upp undir tvítugt þá getur þau farið að bæta sig í tekni, ekki endilega fyrir það lengi. En ég bara svona, þetta stundum finnst manni pínu ýkt kannski hvað hlutirnir eiga að gerast hratt fyrir litla krakka. Og ég vil sjá ungu krakkana ná það að vera öflugir leikmenn 25 ára án þess að hafa lent í einhverjum hrikalega alvarlegum og afdrifaríkum meiðslum. Ræða mín búin. Þið megið spyrja út í rannsókn og Halla líka þið viljið vita meira það sem er að gerast núna. Við erum sérst að mæla og erum að reyna að fá eins marga af þessum 300 krökkum aftur tilbaka. Þannig að við erum bara mjög spennt að spjalla um það. Hérna sjáið þið
uppsetninguna á þessu á norsku síðunni. Allar æfingar hérna með stignun og öllu, þannig að þetta rosalega vel gert hjá þeim og aðgengilegt. Ég ætlaði að spá eins og, að þjálfun, sem sagt, svona fyrirbyggjandi fyrir meiðsli, að þjálfa, sem sagt, styrktarþjálfun þá, að hún sé eins og Kristín kannski segja hjá mörgum svona ungu liðum að eins og að gera framstig, það fer alltaf beint áfram, það alltaf beint fótur og það passa allt. En einhver rannsókn sem sýna að ef þú breytir örlítið stöðu, til dæmis að þú snýrð fætinum örlítið inn á við og þjálfar liðin í mismunandi stöðu í vernduðu umhverfi, það einhver rannsókn það? Ég hef ekki séð rannsóknir á því, en við gefum okkur það svolítið að það er bara fleiri viðferðlar, en ef við erum ekki í þeim svona einhverju extreme position, þá ætti það bara verið í lagi, fara varlega í gegnum. Þú veist, eins og að ef þú ert með einstakling sem að þjálfa undir fyrir hnébeygju, að þú þjálfir hann, útskefan, innskefan, að hann þjálfi hnébeyguna í öllum stöðum sem hann getur hugsað sér. Þannig mjög mikið getur hefst í, hvað getur hefst í margar stöður þar? 1700 eða eitthvað. Halli, þú ert nú líklega miklu betri í að skýra þessar hnébeygur. Ég held sko að þegar kemur að stellingum eins og þessu, að það gegnum tíðina oft verið svona í styrktarþjálfun að það sé eitthvað svona ein stelling og þetta er framstig stellingin. Allir að vera með þessa vinkla og þessa stöðu og vera svona útskefir og svo hugsin hefur farið svona full langt. Eins og í hnébeyguna sérstaklega að þá er þannig að mjöðminn er mismandi af fólki, hún er misnúin í alla kanta og þetta breytir hvaða stöðu fólk ætlar að þjálfa hana í. Og með eins og hnébeygju að ef þú ert í stöðu sem er ekki hentug fyrir þína mjöðum, þá ferði frekar fyrr í hreyfingunni í að reka legginn utan í skálina og það myndast bara impact þar og þetta er áhrif þáttur fyrir alls konar mjöðma vandamálum. Og þetta má forðast með því að leyfa fólki bara svolítið meira að velja sjálft stellingarna sem er stæðilegt, eins og í framstíðunum og fleira. Og þegar fólk þreytist og búið að gera sömu hreyfingar mjög oft, þá ósverðrátt ferða að breyta liðferðlunum og það líka muni bara að leita að nýjum liðum til þess að gera hreyfinguna á effektívan hátt með þeim vöðum sem eru þreyttir, notið frekar það sem eru ferskir. Og þetta er bara eðlilegur hluti af því að æfa og þjálfa og vissulega er einhverju ákveðnir ferlar sem geta verið áhætta eða bont að þjálfa mikið í. En það er miklu fjölbreyttari flóra af eðlilegum hreyfingum heldur en kannski fólk almennt átta sig á í þessu samhengi. Ég held að sé ekki kostur til dæmis að þjálfa hnébeygju í mörgum stellingum með mjöðum af því að þá ertu bara með eina stellingu sem er hentug fyrir manneskjuna og allir æfa 5 variantir sem eru óhentugar. Leyfa fólki frekar velst sjálft. Maður kannski aðeins bara bæti við þessu samhengi að þegar við vorum með Nordic Hamstrings að þá getur maður, ef maður hefur áhuga á hamstringsvöðunum og maður vill sikta út kannski mediala hamstrings eða innanverða versus utanverða og þá getur við með því að snúa tíbíunni verið með ólíkar áherslur á ef þú ert að koma tilbaka eftir bícepstöknun eða semi eftir hvað þú vilt vera að þjálfa upp og maður getur aðeins fengið aukna vöðva virkni í ákveðin vöðva hóp. Þannig að þú vilt vera vissum að fólk sé ekki svindla á því og hlífa kannski einhverjum vöðva hluta sem það hefur verið að eiga vandræði með, þá getur maður aðeins stillt inn á það með þessum hætti. Já, það var eitthvað að tala við þjálfarana hérna. Starf þjálfarans bara stendur og fellur með því að hafa leikmenn í lagi. Það hefur nú verið þannig. Og það er rándýrt að vera með dýran leikmann middan. Þetta skilur þjálfarinn, en margir kannski, eða bara ég held að íslenskt samfélag skilji ekki forvarnir. Bara almennt. Sá sem hefur kannski náð mestum árangur í þessu núna í Janus. Það er allir ólíkhæfir sem hann er með, þarna eldra fólki sko. Hann er kannski náð mestum árangur núna og er að markasetja sig á svona eftir þessi ég veit bara nokkuð vel. Og ég held líka að það er ekkert svo langt síðan þessi umræða kom inn í íslenskt knattspyrnu samfélag að það væri nú viskulegt að vera með menn í þessu sem að hefðu vita á góðri uppbytun og svo framvegis og sáum það nú bara best á íslenska karlalandsliðinu sem réði hér fitnessmann 4 ár síðan, eitthvað slíkt. Og þetta er að fara að smita út í félögin
sem alveg greinilegt. Ég held að við ættum að bara auka umræðan þetta. Þetta er svo mikilvægt og líka það að við erum að þjálfa upp allt aðra tegunda fólki í þessari kynslóð sem að koma upp núna. Og að menn hafa gert sér grein fyrir því að allar breytingar á grunnskólakerfi, framhaldsskólakerfi á Íslandi, það alltaf verið að klípa af allri íþróttakennslu. Stanslaust. Og það er leiðandi að hlutverk íþróttafélagin eru miklu stærra í því að láta krakkana leika sér úti í ójöfnu og svo framvegis, ekki alltaf kannski á malbiki eins og Sveinbjörn Brandsson hefur verið að benda á í þessu sambandi og svona bara aðeins í lokina því að alltaf korteri fyrir mót þá er maður að redda alltaf síðasta leikmannum inn sko og þá hringdi einhverja kalla sem eiga peninga og konur reyndar í dag og þá er eitthvað flott nafn sem kemur upp og á endanum er kappi kannski keyptur eða konan eða hvernig sem það er ekki bara ekki viskulegt að reyna á þess að kalla til að sponsora alveg sjúkraþjálfara í þetta en það fæst ekki peningur fyrir það sko þannig að ég held að við þurfum að breyta líka svolítið hugsunahættinum og ég held að við erum að taka okkur svona 5-6 ár í það og þá er þetta verður gott og til dæmis hér sé ég fullt af sjúkraþjálfurum hérna inni. Hvað eru margir að vinna við það að fyrirbyggja? Eða eru flestir að vinna við það þegar að skaðinn er skeður? Eins og sé flott flestir í íslensku heilbrigðiskerfi. Ég er svo gamall í þessum bransa, ég er bara fullt af aðstofamönnum með mér núna sko. Takk fyrir. Bjarni kom aðeins inn á það sem ég ætla að minnast á í sambandi við þessa fjölbreytni sem ég held að þurfa að vera og að sé ekki að fara í þessa sérhæfingu ósnemma. Og við tökum bara þessi dæmi núna að 4. flokk karla í knattspyrnu og við erum með 30 gutta á vellinum og bara láta það fara kottnís. Það er sorglegt að horfa á það í alveg hreyfi þroskinn sem slíkur. Þeir eru kannski voða flinki með boltann og góða hreyfingar með boltann en svona almenn hreyfi þroski. Það er eins og að segja með þetta að ganga í ójöfnum og annað. Ég fór með meistaraflokksleikmann til Rjúpnaveiða, öflugan dreng og ég hef aldrei séð annað eins að ganga í hlíðum. Bara réði ekki við þetta og kom með öklatóknum tilbaka og hlera. Þannig að ég held að alltaf á flötu, alltaf á malbiki, gervigrasi og ég held við þurfum að skoða þetta eitthvað. Ég er með engar rannsóknir á bakvið með þessu en þetta er svona einhver tilfinning. Svona nátengt þessu, nú er þetta svona heilt málefni að svona svokölluð LTAD módel eða Long Term Athletic Development sem að alls konar samböndir að koma sér upp. Einmitt til þess að búa til íþróttamenn frá grunni sem að hafa miklu fleiri hreyfingar yfir að ráða heldur en bara sparki bolta. Og nú var ég úti í Svíþjóð í meistaranámi og hluti af því sem ég gerði þar var ég skimaði heilan 7. bekkjar árgang af afreksíþróttamönnum í Malmö fyrir hreyfiþroska. Og það var 2 tegundir af íþróttafólki. Fólk sem kom úr einstaklingsíþróttum eins og tennis sem voru með frábæra hreyfiþroska og brjálæðislega mikinn liðleika og fjölbreyttar hreyfingar sem gátu gert. Og svo liðsíþróttir og þar var fótbolti verstur. Fótboltamennirnir voru allir eins og fatlaðir nema að setja bolti á hendurna þeim. Og þetta er hluti af því að sérhafa snemma og allir vilja bara vera bestur og svona sem er alltaf frábært. En það þarf að huga hinu líka. Fínt dag að kottnis. Það er eins að bæta við einu bara í tengslu við forvarnaræfingar einmitt. Þegar nú er hluti af rannsókninni, þessar langtíma rannsóknir er að reyna koma frá implementera að setja inn forvarnaræfingar hjá ákveðnum flokkum sem hafa komið í mælingarnar og sjá hvort það hefur áhrif. Þetta hefur ekki verið gert þannig að við höfum verið með fulltime manni í þessu til þess að mæta á allar æfingar og sinna þessu. Heldur með reglulegum hætti að fara, minna þjálfarana á, tala við stelpurnar, fræða þær hvað þær getur grætt af því og hvetja fólk til þess að gera æfingarnar á hverju æfingu að einhverju marki, velja kannski 1 eða 2 til þess að taka sem hluta af upphitun eða ekki. Og það eru 2 sem að sinna þessu núna fyrir okkur sjúkraþjálfarar, Þórunn og Halldóra, sem eru núna að mæta á æfingar hjá þessum liðum, en við erum búin að vera með nokkra sjúkraþjálfara eða sjúkraþjálfaranemi í þessu núna í gegnum árin.
En það sem að bæði þau sem að hafa sinnt þessum heimsóknum og þessari fræðslu og þjálfun segja og stelpurnar sem eru núna komið tilbaka þegar við spyrjum hvernig gengur, eru þið að gera mikið af þessum æfingum, það virðist byggjast á að einhverju leyti áhuga leikmannina sjálfra, en það sem að leikmennirnir segja og það sem að þau hafa upplifað sem hafa verið að sinna þessu að þjálfararnir eru mjög misáhugasamir, sumir alveg frábærir og verið að sinna þessu mjög vel, en aðrir bara vilja ekki spandra tíma af æfingunni í þetta, hafa ekki áhuga að mæta fyrr til þess að hvetja stelpurnar til þess að gera þetta fyrir eða eftir æfingu og sumir vilja verðast bera það fyrir sig líka að það sé einhver pressa frá til dæmis foreldrum. Æfingin sé bara eitthvað x löng og það eigi sem mest að fara í að þjálfa eitthvað fótboltatengt eða handboltatengt. Þannig að það svona, já, ég spennt að sjá hvort þetta hefur einhver áhrif fyrir þennan hóp sem hefur verið hvattur til þess að sinna að gera þessar æfingar, en það mun koma í ljós þegar Halli fer tölur í hús. En já, það margir þættir sem að svona verða að smella til þess að þetta skili sér, held ég. Ég ætla aðeins að fá að tala um forvörðunar. Ég held að sé margt mjög gott að gerast víða, mætti alltaf vera betra. Ég held að séu flest félög sem farin að taka svona activation æfingar fyrir æfingu, þá séum bara 10-15 mínútur sem verið að kveikja á þessum helstu vöðum sem það að kveikja og í kringum ökla, hné og virkja rass og svona með. En að gera svo, þú ert að tala Kristína, að bara bráði liggur við í hverju einustu æfingu, sérstaklega í kvennaknattspyrnunni, að þeir eru hvort sem vera drillur eitthvað sliðis, nýlínu við þær, lenda mjúklega og svo framvegis. En það sem að við svolítið gleymistundum, margir þessar hringteygjur gera ýmislegt gott með þeim og ég hef alls ekkert á móti þeim, sem gleymist oft styrktar hlutföll. Ef það of mikið verið að taka út af við, abduction í mjöðum og svo framvegis, það gleymist oft að taka náran á móti. Þannig að það gefa sér flesti það náravöðum, hann sterkur í fótboltamönnum. Það ekkert langt frá því að vera svoleiðis. Styrktar hlutföll þar ætti að vera 1,2 á móti 1, ADD sterkari. Já, þeim oftast tala 1 á móti 1, en aðeins sterkari, vilja hafa aðeins sterkari nára heldur en útvögin. Og það alltaf mikið, ég held að sé mikið oft á tíðum, út versus inn, til dæmis. Svo spyrir maður sér líka eins að því, það bara minna fólk á, það þetta bara að kreista bolta á móti eða eitthvað þess aftur, eða taka teygja á móti til að taka náran á móti, en svo spyrir maður sér líka því, á kiðfætt stelpa að gera nákvæmlega sömu æfingar með hjólbeinóttu strákur? Á þessi hjólbeinótti að vera mikið að fara með tegin út? Og það líka þess að hugsa svona, það eru sömu sem apa eftir einhverjum öðrum. Allir gera það sama. Það þarf ekki endilega að vera alltaf þannig. Stelpur þurfa oft meira á styrk að halda, meðan strákar þurfa oft meira liðleika að halda, ef maður hugsa það. En svo, Elín, þú var ekki einhvern veginn þannig að hluta til rannsóknir þinn í sambandi við bólstyrk og crossböð, eða sem sagt að ekki forvörd, því betri bólstyrkur, að það getur forvörd í sambandi við ACL. Upp á það ef lendir, ef bólurinn færist meira til, þá er meira líkur á því að kraftur fari gegnum hnéð og koma inn á við. Nei, þetta er ekki þannig, ekki partur af minni rannsókn. Ég bara skoðaði styrk í ból eða problem að skima þetta, skoðaði það bara generalt með aflagstengd einkenni, njám, mjóbaki og öxlun. Og stuttasvarið það kom ekki raskaftur úr þessu. Þannig að það virkar ekki á aflagstengd einkenni þessi skimunarpróf, ég veit það bara sjálfur. En ég búinn að lesa að menn hafa verið að skoða þetta með styrk í ból og styrk í abduktorum og fleiru, en ég hef ekki séð neitt koma út úr því, Kristín. Ég meina þetta í teóríunni, alveg rétt sko, þegar þú ert að missa búkinn, þannig að þú nærð ekki stýrunum og þú missir hann út fyrir base of support eða það sem þú ert að gera, þá náttúrulega keyrir kraftvektorinn hugsanlega út fyrir hnéð. En þetta þarf náttúrulega líka að horfast, eins og þú segir, í samhengi við hvernig keðjan, fjólbeinótt, valgus eða hvað. Þannig, en já, þess vegna hefur til dæmis Tim Hewitt verið að tala um að stúlkur gjarnan vanti styrk í ból og getur til þess að stýra honum. En aftur, þetta náttúrulega margþætt. En þess vegna er verið að hvetja til þessara tegunda æfinga í eins og FIFA 11 eða annara, það kemur líka inn á þetta sko. En aftur, það bara hreyfir stjórnin. Fyrir svona 10-12 ára síðan voru ökklatómnir algengustu meðlunni í knattspyrnu, en þær ökklatómnir komin í sæti með 3 núna.
ef maður hugsa einstök meiðsli. Hamstrings nr. 1, nárun með 2, ökklin með 3. En náttúrulega stelpum er ég algengustu, viðbönd í njá. Varðandi þessa Nordic hamstringsæfingu þá hefur hún vissulega haft minnkað hamstringsstofnanir, en hún hefur ekki minnkað eins mikið og við viljum að gera. Og þannig að það getur náttúrulega verið að hluta til út af því að við erum ekki almennilega framkvæmdasæfingu. Þetta svolítið, kannski er þjálfur ekki nógu duglegur að taka hana, en hún er vant með farendum að byrja helst bara 2-4 endurtekningum með eitthvað fleis. Helst ekki að gera þetta í æfingarferðum og slíkt, það er bara allt og mikið álag, hún rífur mikið í sæfing, þannig að það var að gera hana varlega. En ég er svolítið á því að það þarf líka, þú varst aðeins að svara svo áðan Haraldur með glút. Ég er algjörlega á því að extension í mjöðum, báðir sem við að framkoma extension í mjöðum, og ég er á því að maður þarf að styrkja oft glút. Þegar það er eitthvað vesen með hamstrings að taka hann sérstaklega sjálfs og að þjálfa extenders líka. En ég held að lykillinn sé svolítið að kveikja svolítið rassvöðum með endast að slökka á þessu vöðum, og glút með lat rótatorir mjöðum sé svolítið lykill bæði í sambandi við, eða bara ýmis vandamál líka í sambandi við crossbönd, hamstrings og fleira. Ósammála. Nei, hvernig get ég verið það? Nei, það er sjálfsögð ekki. Þetta er bara, við sjáum það að þetta dettur út og þetta er auðvitað ekki bara klift og skori við einn vöðva og þetta vinnur og allt saman. En það sem var kannski, við tala um Nordic hamstrings og hún er auðvitað gríðarlega erfið. En það er til dæmis Karl Askling, hann hefur verið að nota, og hann var nú sjúkraþjálfari Barcelona lengi, var ekki það Messi táknatangari, en hann er búinn að vera og var að þróa og við höfum verið að skoða þessu með svona test gagnvart í hvernig menn eru svona tilbúnir og hann er með ákveðna kriteríur og hann er með ákveðna vinnu eftir tognanir og það sem kannski er allt í lagi að koma að sko forvarnaæfingar og endurhæfingaræfingar eru að mestu leyti sömu æfingar. Það er bara einhver atburður sem að breytir nefnilega, fatið þið? Þannig að, og eins með þess að, sko, það þarf ekki endilega að setja alltaf 1-20 mínútur, það er fullt af, hvað eru margir þjálfarar þetta sem fara annars lagið einhverja stöðvaþjálfanir eða eitthvað? Engin? Það er einhverjir sem fara við einhverja stöðvaþjálfun yfir veturinn eða komast einhvers staðar inn, það er alls konar hlé, það er fara á milli, það er mjög auðvelt að setja upp einu og eina æfingu úr þessum protokól bara á milli og vinna með þetta. Og hugsa þetta svolítið þannig að það er að taka tækniæfingar við yngri flokka þar sem að menn standa bara á öðru fæti og skalla að senda tilbaka eða hvað menn er að gera. Leður komin á annar og aðeins að trufla menn. Það er að láta menn halda bolta og stugga viðmönnum og einn á einn eða skýla bolta. Það er svo margt sem að hugmyndaflugið getur hjálpað manni svo mikið. Þetta er ekki bara einhver heilagur kærleikur bara sem að þetta er bara hér. Þetta er bara örfun ákveðna þætti, stöðuskynjun, vöðvasamdrátt og samhæfing og fleira. Þannig að ég held að það sé gott að hafa það í huga. Já, ég ætla bara að byrja því að þakka ykkur fyrir mjög áhugaverð erindi. Ein spurning, þannig þegar tala þegar fólk er að koma tilbaka eftir meiðsli, hvaða skoðun hafið þið á því að nota spelkur eða hlífar til þess að hjálpa við? Ég veit alveg að sjúkraþjálfarnir vilja helst ekki neitt af því að vöðvarnir eiga bara að sjá þetta, en þeir eru út með til dæmis einstakling sem hefur slitið einu sinni, er í áhættu þá, samkvæmt öllum tölum að slita aftur. Á hann að vera að nota hlífar? Það er slita krossband? Já, krossbandaslit. Sko eitt er kannski í endurhæfingarferlinu og þá skiptir máli hvað ertu að reyna að vernda, þannig að þá aftur, ertu búinn að skaða eða varstu með áverka á liðþófa sem er ekkert óalgengt, þannig að ef þú ert með áverka á liðþófa þá stundum viltu jafnvel vera með álagsléttandi spelku, einhver valgu spelku til þess að minnka samþjöppun á þann hluta liðarins. Þetta getur hjálpað líka með brjóskáverka, þannig að kannski í þessu snemmfasa þá getur hugsanlega spelka gagnast með það að gera. Mér minnir að Sveinbjörn Brandsson hafi verið að stúdera krossbandaspelkur og hafi komist að þeirri niðurstöðu að það skipti ekki máli. En maður sér það ekki mikið, en ég veit ekki hvort að það sé sko nein
stúdíu það sem hefur fylgt fólki eftir í þessum skilgreinda áhættuhóp að því að þú ert búin að slíta einu sinni. En þá þú veist, áttu að vera með spölku á báðum, að þú ert alveg að líklega að slíta hinum meginn. Hversu mikið heftir að þig sem leikmann, að því að þú ert líka ná árangri, skilurðu. Þannig að þetta er dæsi spurning og erfitt að svara henni, sko. Það sé ekki þetta að segja af þá. Í teórinni hugsa maður, hugsanlega. Allavega fyrir sekúndir áverka því að þú ert komin inn í eins og segja, svo stór hluti af áverkanum gerist eftir að bandið slitnar. Þá á aðra strúktúra í hinu. Þannig að hugsanlega getur spelka skipt máli þá, ég veit ekki. Þannig að kannski í teórinni, en ég held ég var ekki komin þangað að ég myndi segja leikmann að gera það endilega. Hversu ungir, fyrir unga krakka myndi byrja alltaf með FIFA 11? Við hvað aldur myndi með það? Ég var að segja 8 ára. Bara að snemma. Og í rauninni fyrir unga krakka þá kannski FIFA 11 tekur það mynd að þau gera fleiri en að spila fótbolta á æfingum. Þú veist, hoppa, þau hlaupa, þau fara í godnís, þú gera annað heldur en að sparka bolta. Það er svolítið sér FIFA 11 gengur út á það, bara að þjálfa þessir hreyfimynstur upp hjá fólki sem hefur kannski mistað þeim. Og það er aldrei of snemmt að byrja því. En allavega fyrir 12 ára, ef maður alltaf byrja snemma. Betra seint en aldrei samt. Ég maður, ef það verður með þig? Já, ég var. Við erum með dagskrá til 8, sko. Við erum 9 mínútur inni. Já, það tala að ég ekki að sérhæfa of snemma. En þá ég að pæla, ekki eitthvað sem að fótboltaþjálfarar geta gert til þess að auka þessa hreyfifærni eða eitthvað sem vantar upp á til þess að minnka líkur á meiðslum hjá þeim sem eru bara að æfa fótbolta? Jú, það er það sem fylgir þessum LTAT-módelum, Long Term Athletic Development módelum sem að íþróttasérsambönd hafa ýmist komið sér upp. Mér finnst mjög líklegt að það sé til svona fyrir fótbolta, þetta er til fyrir alls konar íþróttir og þetta í raun bara mjög almennt. Þetta eru leiðbeiningar hvernig þú getur látið 6 ára krakka gera allt annað heldur en að spila fótbolta samt á grasi. Þú veist bara, þetta eru hlutir eins og þú veist bara, við erum talað kodnís, það er eitt dæmi, hopp-hlaup, þú veist, hlutir sem eru ósérhæfur fyrir fótbolta, bara sem að tilheyra því að æfa heilbrigða hreyfiþroska. Þessar leiðbeiningar eru til. Ef þú googlar LTAD, soccer, eitthvað þannig, þá ég efast að það kom ekki 10 síður upp sem eru með svona módel frá allavega 10 löndum. Allavega Kanada eru með rosa vinsælir í öllum þessum LTAD-módelum fyrir allir íþróttir. Ég er búin að hugsa að því að spyrja okkur sem gamalt maður ætti að vera. Þegar maður ætti að byrja á FIFA 11, en ég held samt að sem vantar pínu í þjálfun að ef maður er knattspyrnuþjálfari er maður svolítið mikið að spá í knattspyrnu, en maður gleymir að mér finnst ekki mikil kennsla að vera hvernig átt að hlaupa, hvernig átt að hoppa. Þjálfararnir, eða svona, ég held að þurfum að tileinka okkur betur á að skoða í rauninni, vita þessi bara hoppa rosalega vitlaust og ég þarf kannski að leiðrétta því að yfirleitt er þetta kannski þjálfari með 40 krakka og næri ekki að vera í rauninni með yfirsýnina. Þannig ég veit ekki hvernig við getum breytt því einhvern veginn í stefnunni að þurfum að þarf ofta að kenna þessum krökkum rétt hreyfimynstur í rauninni. Ég er þessi alveg rétt hjá þér og bara sama og Bjarni var að segja á það að íþróttakennslar á undanhaldi eftir því sem við getum kennt þessum börnum, hvort sem það er FIFA 11 eða einhverjar æfingar, samhæfingar, hreyfiþroska, hoppa, lenda, hlaupa. Og ég held að það sé eftir því sem við kennum þeim þetta fyrir og þau verði ábyrg, þetta verði bara partur af því, það er bara svona púslubreitingar, þau verði bara partur af, þetta er bara partur af því að verða góður í íþróttum eða í íþróttum, að þetta þarf bara að gera. Þá taka þau ábyrgð á þessu til langframa, þau græða á þessu hreyfiþroskalega og þau eru ekki háði hver er að þjálfa hvort þessu sé framfylgt. Ég held að þurfi að leggja það svolítið vel á þetta bara svona, jafnvel að byrja á þessu kannski, já ég veit ekki, 4. flokki eða 5. jafnvel, þú veist svona mjög markvist. Því að að þegar ég minni knattspyrnu svona vilt að fólk geti hlaupið hratt og hoppað hratt og svona. En líka eins og það sem maður er að lendi í, ef maður er að lendi því að fullorðna manneskjur, það kunni ekki eins og gera hnébeygju. Þannig eða skilur í þessum knattspyrnu gera að við erum að lendi því, til dæmis bara með landsliðsstelpurnar, þannig að ég þurfti að kenna nokkurum þeirra bara að gera bara basic hnébeygju því að það eru ekki að fatta hvernig, það er bara ekkert spáð í því, sem er ekki gott.
Eina þjóð? Já. Ég er alveg bara komin upp í hérna skrefandi, þetta mjög gott. 3 spurningar viðbót. Já, ég að pæla líka með leikmann sem innskefur. Meiri líkur á því að hann slíti krossbönd eða tóknu ökla og eitthvað sem hægt að gera við þér, að láta hann gera einhverjar styrktaræfingar eða teygjuæfingar til að koma í veg fyrir það og minnka líkurnar? Fyrsta spurningin þá, af hverju hann innskefur? Hvaðan kemur það? Þannig að það líka þessi greining sem þarf að eiga sér stað. Þetta bara struktúrelt, hann byggður þannig að liðskálinn í meðminni er stödd á ákveðin stað og vísar á ákveðin hátt sem að færi þá lærlegginn á ákveðin stað og þar með sköflungin og fóting, skilur. Þannig að ef þetta liggur þar, að miðjustaðan á mjöðminni hjá honum er þannig að hann verður innskefur og maður sér þannig fyrst fólk lappar innskeft kannski af því að það kenndi þeim það enginn, en þau eru bara byggð þannig. Þannig að ef að, og sumir ganga útskefið, skilur, þannig að sumir eru bara þannig og það er að því að liðskálinn þeirra og snúningurinn kannski á hausnum eða hálsinum á lærlegnum er þannig að þau eru bara byggð þannig. Ef að útskefið-gaurinn væri að fara að læra golf eða væri að fara að gera hnébeygju og honum væri sagt, ok, þú þarft að vera með tærnar þannig að það vísi beint fram, þá er hann í rauninni komin í innsnúningi sinni með hann. Þannig að það er struktúr, þú átt ekki að fara að segja hann að standa hérna og ætla að fara svo að dræfa og vinda upp á sig. Hann er komin miklu lengra heldur en að mjöðminn getur tekið við. Og hvað gerist þá? Hreyfingin færist kannski upp í mjóbak. Eða hann verður fyrir áverka í hnénu. Var ekki tækir eitthvað í þessu með hnén? Kannski að því að dræfing megin vanta hann hreyfingunum meiri innhreyfingu í mjöðminn og þá hann hvort fór meiri álega í hnéð eða upp í mjóbak. Var hann ekki meira sem bæði, hné og mjóbak? Þannig að aðalspurningin er þá, af hverju er viðkomandi innskefur? Af því þú breytir ekki struktúr. En þetta að gera eitthvað í því, eða? Þú breytir ekki struktúr. Þú vilt ekki bara skera hann upp, þú gætir það. Það er hægt að gera alls konar fleira aðgerðir og breyta struktúr, skilur, en þú gerir það ekki. En kannski þarf hann þá bara meðvitaðri, kannski þarf hann að þjálfa vöðvan í kringum ökklan sem að hjálpa liðbandinu þannig að þeir séu kvikk og styðja betur við svona dýnamískt. Þannig að það er svona ýmislegt sem þú getur gert. En er hann líklegri til að slíta? Það hef ég ekki heyrt. Ef hann er innskefur að hann fer heim á hverju degi og leikur sér með lesturnar sínar í tvöfaldarstöðu og er bara búinn að gera sér þetta svona á þess að sé byggður þannig að þá er ástæða til að grípa inn í og fara að þjálfa vöðana sem hann hefur teygt á og teygja þá vöða sem hann hefur stytt. Það er ekki struktúrelt, þá er það bara áunnið, þú veist, eins og ég fer heim og ég crossfit fighter og ég sit hann í 14 klukktíma, þú veist, á dag. Það er að fara að breyta því hvernig mínir vöðvar eru og það hjálpar að vinna í því. Þannig að fyrst er maður ákvað, er þetta af því hann er byggður svona eða er þetta af því hann er þjálfaður svona? Ef hann er þjálfaður svona þá er full ástæða til að breyta því og þá er hann mjög líklegri til þess að slíta en það þyrfti örugglega 2500 manna rannsókn til að sýna fram á það. Jæja, heyrðu, þá held ég bara að við þökkum þessum kærlega fyrir og bara þakka ykkur fyrir komuna og já, góða ferð heim.